Ja, Rúnar, 11 stiga sigur í fyrsta leik. Það hefði nú samt getað farið báða megin svona eftir 35 mínútur. Það var bara einhvern veginn, hvað er að gerast þegar okkur í loki? Það ekki bara öll völd á vellinum? Já, við okkur liður bara vel í jöfnu leik ef það er 5 mínútur eftir út af því að eins og ég sagði þegar við tökum leikhlé, eða þær taka leikhlé 2,5 mínútur eftir og við vorum 60 upp að það er bara geggjað fyrir okkur út af að við erum geggjað varnarlið. Við viljum spila vörn og við treystum að við náum í stopp og þarna þurftum við bara að treysta á vörnin okkar í lokinu, við gerðum það. Og við erum að halda þeim í erfiðum skotum í bara nánast allan leiktíman fyrir utan kannski smá kafli 3. leikluta þegar var ég alveg brjálaður út af að við erum með ákveðnar reglur og þegar þú ert búinn að spila góða vörn svona lengi að það er rosalega dýrt að fara allt í einu út úr reglunum og missa fókusinn og út af því að Haukarnir eru frábært körfuboltalið og það eru með frábæra skotmenn sem að refsa leið og við erum ekki alveg upp á 10. Þannig að þá veitum við bara hvað við þurfum að bæta. Við þurfum að vera upp á 10 í 40 mínútur í Ljónagrunni á föstudaginn. Þú hefur fengið næstu ykkur með einasta leik á þessi tímabili stilla fram Líu Collier sem er á báðum endum allar svakaleg. Það er ekki forréttindi að fá að hafa hann í liðinu? Algjörlega. Ég taldi mig verið búinn að vinna rannsóknarvinnuna vel og en svo bara mætti hún í Ljónagrunni einhvern veginn í lok ágúst og hún er búin að vera að sjokkera mig síðan, bara vinnusemin og hún er bara vélmenni og ég held hún hafi sýnt það svolítið í dag að sama hvað sagt í einhvern sjónvarpsþáttum að þá er hún besti leikmaðurinn í þessu úrslitakeppni, besti leikmaðurinn í þessari deild. Ef þú tekur á báðum endum vallarins, það er einhverjir sem eru betri skotmenn en hún og eitthvað svoleiðis en það sem hún gerir fyrir liðið, það er svona MVP lykt af því. Virðist vera með alvöru drive. Já, hún er bara, ég veit ekki hversu oft hún er búin að hrynja í gólfi og ég er búin að fá svona fyrir hjartað. En hún einhvern veginn hristið af sér og svo fer hún bara í eitthvað svona gott recovery, fer í einhvern infrarauðan klefa og einhver þrýstistígvél og svo er hún bara ready to go eftir 2 daga, sko. Næsti leikur á föstudaginn í Ljónagrunni. Já. Þið myndu helst vilja fá að spila alla leiki í seríunni hérna? Jú, þetta er bara geggjaður salur, sko. Þetta er bara eitthvað svona, ég veit ekki, svona lúxussalur fyrir körfuboltaleiki og geggjuð stemming með áhorfendur báðum megin og svona birtustíðin inni, það er eitthvað svona sem bara gefur manni smá þetta er alvöru. En okkur líður líka vel í Ljónagrunni og það er fallegt í Ljónagrunni líka og ákveðin stemming en við erum ekki búin að vinna Hauka þar í vetur þannig að núna þurfum við að sýna smá styrk og sýna líka bara smá þroska að núna komumst við í 1-0 ekki eins og síðast á móti Fjölni og nú er bara 2 dagar í svona refocus og við þurfum að setja statement þar aftur út af þetta gildir ekki neitt ef við töpum þar. Frábært, takk fyrir.